Við erum velkomin Hreinn Vöðvi. Gestur þáttarins eigandi Alpha Gym í Keflavík, hann Einar Kristjánsson. Vertu velkomin. Takk. Hann Einar hefur hjálpað fullt af þjálfurum að starta online business sem bara fullt öðru fólki líka. Við ætlum að fara hérna að skoða þessa flottu stöðu sem hann á, fara hans yfir businessin hans og síðan snáðast eitthvað líka. Þetta Einar, Hreinn Orri, þetta Hreinn Vöðvi. Let's go. Herru, þetta gymmið. Þetta gymmið. Hvað ertu búin að vera hérna í þessari stöðu lengi? Akkur þessi hérna? Við erum búin að vera hér í 4 ár. 4 ár. Fyrir það þá var ég á 2 stöðum. Já. Þá var ég með bara hérna hinum með portið, einkaþjálfunarstöð og svo membership. 24/7 membership team. Já. Og nú erum við búin að sameina það undir einu þaki. Og þetta opnað gymmið, ekki? Membershipið? Jú. Hérna membership teamið. Já. Þjálfun fer fram þarna í hinum endanum. Já, þannig hérna fyrir þjálfurinn. Já, þannig að hér bara það sem allir meðlimir hafa aðgang að, 24/7. Og svo hérna þegar við erum með þjálfara, þegar að svona semi-private einkaþjálfun og þannig, þá fer það fram hérna í þessum enda. Ok, nice. Þú veist, hvar myndir þú segja að svona your fitness journey byrjaði og svona hvað varstu gamall? Sko, ég var 15 ára. Já. Og fór í fyrsta skipti í ræktina með mömmu. Já. Þá var mamma hérna á fullu í ræktinni og svona. Ég var í fótbolta, fór með henni í fyrsta skipti í ræktina og ég var bara hooked. Bara fyrstu æfingu. Já. Og upp frá þeim degi bara, þá var alltaf draumur að eignast mér eigið. Já. Það var bara frá því 15 ára gamall, þá ætlaði ég að eiga eitthvað svona. Já. Hvort sem það í business úr því eða bara fyrir mig private, að þá var það alltaf markmiðið, sko. Já, ég held að þetta draumir af flestu þjálfurum allavega, sko. Já. Já. Flesti þjálfarar sem komið til mín og segjast við opna gym að ég ráðlegg flestum frá því. Já. Þetta er ekki endilega besta business tækifæri fyrir flesta þjálfara. Nei. En ég hef aðstofað nokkra að gera það. Já. Og þá það yfirleitt í gegnum, þú veist, eftir að við erum búin að fara, ég er búin að segja þér frá öllu sem getur farið úrskeiðis, öllu sem að, þú veist, hvað tekur langan tíma, hvað það kostar og allt þetta. Og ef þér langar samt að gera það, þrátt fyrir allt sem getur farið úrskeiðis, þá átt að gera það. En ef þér langar bara að búa til mikla tekjur, búa til frelsi og tekjur, þá ertu örugglega betur settur bara með að fara online eða vera bara að þjálfa. Já, ég sko fer reglulega og svona, skoða hvað svona tæki kosta og eitthvað svona allt pæli í þessu. Ég fljótur bara, nei, þú veist, bara gleymdu þessu, þú veist, notu tækið mér sem bara rándýr, skilur. Já, þetta rándýrt. Ég er með svona, þú veist, margir safna, þú veist, einhverjir safna Ford bílum og einhverjir safna, þú veist, frímerkjum eða eitthvað, sko. Þetta svona ákveðið áhugamál hjá mér, bara líkamsræktartæki. Þannig að þetta jafn mikið, sko, bara söfnunarárátta hjá mér, eins mikið og þetta að búa til eitthvað gym, sko. Já, og þegar varstu að opna fyrst, skilur þú, þetta var þarna lítið rýmið ekki þarna fyrst. Og var það bara einkaþjálfun eða var það bæði, þetta fyrsta gymmið? Fyrsta gymmið var, við erum í 1000 fermetrar núna. Fyrsta gymmið var 80 fermetrar til að byrja með, þú veist. Ég var með 2 hnébeygjurekka, handlóðarekka, nokkra bekki. Þú veist, það var fyrsta gymmið, skilur, en ég átti gym. Og það svona, þú veist, varandi bæði þetta og allt sem fólk gerir. Maður vill alltaf, þú veist, maður vill þetta, maður vill 1000 fermetra, maður vill eiga öll tækin og þetta. En það eru fæstir tilbúin að byrja, vera litlir þegar þeir byrja, taka fyrsta skrefið, sko. Já, og því að allavega, þú veist, fyrst alveg, ég veit ekkert hvernig ég myndi byrja, en einmitt þetta, erfitt að sjá fyrir mig bara 1 bekk, 1 rekka, jafnvel svona rekka sem með öllu í, skilur mig. Erfitt að sjá það fyrir mig, skilur mig, þegar maður vill, þú veist, hakkskotið og maður vill þetta, maður vill allt. Og ég sé alltaf, þú veist, alla viðskiptavini mína, sama í hverju ég er að þjálfa, að setja sér, sko, risastór markmið, fáránleg markmið, óraunhæf markmið, sem svona þvert á það sem margir aðrir segja. Þeir segja að setja raunhæf markmið. Ég segi bara settu einhver óraunhæf markmið, bara eitthvað rugl, eitthvað sem að allir hlæja af og þú pínulítið hræddur við. En vertu viss að vera með bara raunhæft næsta skref. Og það bara 1 bekkur og 1 hnébeygjurekki og þá ertu komin á stað. Og svo bara líður tíminn og innkoma verður aðeins meiri og þá kaupir eitt tæki viðbót og tíminn líður hvað sem er. Tökum við það smá rundown aföllið og þú veist, það sem er skemmtilega, sko, þú veist, þegar ég fyrir ný gym, náttúrulega bara að fara yfir tækin og svona og það hafa allir eitthvað sérstakt,
skiljum, sem ekki eins og, hvað hérna, pendulumskotti. Pendulumskotti, já. Þú veist, er þetta ekki eina gymmið á landinu sem er með þetta? Ég hef allavega ekki séð... Ég held það. Já. Og menn að koma, þú veist, ég að fá bodybuildera bara alls staðar af landinu. Bara til þess að koma og taka æfingu hérna. Þannig að við erum með svona samansafnað tækið þar sem fólk að koma, þú veist, bara menn búa á Akureyri eða Akranesi eða úr bænum og hérna að koma bara til þess að pröfa að taka æfingu í öðruvísi tækjum. Já, það var allt í búðina sem er í öðrum gymum, skilur við, en það eru líka þessi hérna, þessi öðruvísi, skilur við. Þannig að, hvað er þetta hérna? Þetta er flug. Þetta er flug og svo getur við sett hann í Reardel líka. Já. Öll þessi tæki eru Gym Lego sem ég keypti, það er hérna, þegar ég opnaði membership, fyrst membership gymið. Já, það? Já. Mér finnst best að taka hann bara standandi, sko. Já, hérna? Nei, bara fæturnar á gólfinu, þú getur setið, bara halla sér fram. Hérna? Já. Mér kannski hérna. Hvernig tekur þú þessu? Ég held bara hér, sko. Þarna, já. Svona, já. En já, öll þessi Gym Lego, það þegar ég opnaði hérna fyrst 24/7 membership gym, þá var það bara mjög lítið. Það voru 300 fermetrar. Keyptum hérna nokkur tæki, pöntuðum frá Svíþjóð eða Noregi, allt þetta Gym Lego. Og þá bjuggum við til konsept sem var í rauninni bara andstæðan við það sem við vorum með. Þú veist, við vorum með high-tech, við vorum með dýrustu stöðuna, bara einkaþjálfunarstöð. þar sem að fólk kom og borgaði dýrasta verðið. Og svo opnuðum við andstæðuna bara 24/7, mannlaus 24/7 stöð. Fyrsta verðið var 2.900 á mánuði. Já, ok. Þannig að þetta voru svona, já, vorum flesti fara þarna í miðjuna, við vorum bara á sikkurum endanum. Og ef við spólum aðeins tilbaka, þegar þú varst að þjálfa á gólfinu, þá ákvaðstu að fara online, eða ekki? Jú. Og hvað var svona sem fekk þig til þess að fara? Þegar ég náði árangur online, þá var ég búinn að vera einkaþjálfari í 7 ár. Ég er 25 ára þegar að fyrsta online konseptið fer á flug. Og þá, ég var búinn að reyna að gera eitthvað online í mörg ár. Og svona aldrei með meira en bara þetta handfylli af einhverjum kúnnum og þetta var bara svona eitthvað hliðar innkoma. Svo er ég búinn að eignast 2 börn þarna og ég er alltaf farinn út á morgnana áður en þau vakna, eða svona flesta daga. Og ég vil eitthvað koma heim þegar þau eru að fara að sofa eða eftir að þau eru að sofa. Það er bara típist líf einkaþjálfarans á þessum tíma. Það er bara, þú veist, þú ert með kúnna allan daginn, þú veist, og sérstaklega þarna snemma á morgnana og seinnipartíðan og seint á kvöldin. Ég hugsa að þessu yrði ég að breyta, því mér langaði ekki að halda, þú veist, ég hugsa hver er framtíðin í þessu. Og svo var líka á svipuðum tíma þar sem að vorum að hugsa að fara í frí og ég var bara stressaður. Þú veist, ég er að fara í frí, ég vil vera í heila mánuð. Þú veist, þegar ég kem tilbaka, verða allir kúnnarnir ennþá til staðar. Eða verða þau, þú veist, bara farin eitthvað annað eða þurfa ekki lengur á mér að halda. Þannig að ég veist, þetta þarf líka að breytast. Ég verða ekki að fara í frí án þess að businessin bara stoppar. Og þá bjó ég til svona online koncept sem var öðruvísi en það sem að kannski allir aðrir voru að gera varðandi fjarþjálfun. En til að gera langa sögu stutta þá setti ég þetta online koncept af stað. Eftir mánuð þá get ég sagt upp helming af öllum mínum viðskiptunum á gólfi. Og eftir 3 mánuði þá get ég opnað þetta fyrsta gym. Ég hafði bara aldrei séð að það reynist tekjur bara á ævinni. Sko, víst að við erum hérna, þá langum við svolítið til að testa eins pendulumskottið. Það eru fáar hreyfingar til sem eru eins humbling og þessi hérna. Það er satt. Þú veist, maður hefur séð, þú veist, C-bum og alla þessa bodybuildera og þú veist, þeir eru með 2 plötur kannski og eru gjörsamlega að deyja. Og þú setur með þessar plöturnar hérna, þegar þú setur þarna þá léttur það stundum og menn þurfa meira þess að stundum sko að setja hér bara til að létta. Létta, já. Segjum bara fína leiðbeiningar hérna, bara hvað þú með fæturnar. Það er bara quads eða glute focus. Og svo maður kemst alveg hérna niður, þegar þú alveg teygju á lærið og svo keyrir upp.
Það bara rosalegt. Líka það sjaldan sko sem maður, ekki sjaldan en bara strax í fyrstu 2 endurtekningunum þá finn ég bara pumpið og bara gjössalega allstaðar. Þetta eitt af þessu tæki sem ég skil bara ekki af hverju þeir bara ekki fyrstu tækin inn á mörgum stöðum. Það bara einföld ástæða fyrir því. Mjög dýrt. Nei. Ekki? Nei, það notar þetta enginn. Notar þetta ekki? Já. Skilur, það eru fáir, þeir sem nota þetta, þeir elskir þetta. En það eru bara, þetta 1 eða 2% sem eru á þínu level eða, af mínum meðlimum sem eru hér, þá eru fáir sem nota þetta miðað við allt annað. Miðað allt annað, já. Og eitt sem ekki mér fundist að vanta, en þetta er bara eins og draumur og hjá flestum sem eru, eins og ég skilur, að gym bara fyrir bodybuildera. Náttúrulega búum ekki þannig landi að það sé bara beint í boði, út á mannskapnum. Ég hef oft gælt við það, þetta er mitt gym og ég vil að þetta sé eins og ég vil æfa. Og það er í svona bodybuilding stíl. Og þannig ég er svona að leggja áherslu á að það sé optimal fyrir það. Ekki endilega, þetta er ekki fyrir alla. Nei. Ég reynir svona að skapa það umhverfi. Það umhverfi, já. Enda er ég að fá fólk koma bara á öllum áttum. Já. Og drauminn minn er alltaf allt nýtæki, bara bodybuilderar og 20 ára aldursramar. Já. Það er drauminn. Já. Ég er enda með talsvert af ungum strákum. Já. Ég hef sérstaklega ánægju að því að fá þá hérna inn. Já. Af því að þetta er svo mikilvægt, ég skil pælinguna og þeir kannski ganga síður vel en margir aðrir. Og svona oft læti og eitthvað svona. En þetta er að mikilvægasta sem ungi menn gera. Það er að byrja í ræktinni. Og eins og ég segi bara 15 ára, verða húkt á einhverju sem hefur svo mikið carryover yfir í allt annað sem hann gerir. Ég er reyndar alveg sammála þarna sko og alveg mikið ungu strákur sem ég hef hjálpað og kom í þjálfun og svona og að rosalega dýrmætt skilur mig að fá þeim fylgjast með þeim þroskast og einmitt þetta, þeir koma til manns, mæta alltaf og seint, alltaf en síðan fyrir að vera betra og betra og síðan eru þeir bara, hvað, ertu ekki að fara að mæta það? Akkurat. Og líka að geta haft einmitt áhrif á fólk og þeirra árum, skilur mig. Það er bara miklu dýrmættara en einhver launaseðill, sko. Þannig já, og síðan ertu alltaf með annað business, hjálpa öðrum þjálfurum og svona og þú ert með aðstöðu þarna inni, kíkjum aðeins á hana. Hérna inni færðu til þig fólk sem að þú ert þá að hjálpa að komast, áfram með sitt online business, basically, eins og þegar þú byrjaði með þitt. Og það fór allt, var það ekki mest alveg svona í grúpa í Facebook? Jú, þegar ég byrjaði með minn online business. Já, þegar byrjaði með online business. Jú, ef ég byrja svona kannski á byrjuninni bara, að þá var ég á þessu stað, ég þurfti að breyta eitthvað til og búa til öðruvísi konsept. Þannig ég lagði áherslu á að búa til efni sem kerfi sem fyrir bara ákveðin markhóp, þar sem ég þurfti ekki sérsníða allt fyrir hvern og einn, heldur bara það var ákveðin markhópur sem vildi ákveðin útkomu og þau gætu nota þetta kerfi. Og svo snýrist það stóru hluta til að bara gefa þeim aðgang að þessu kerfi, þau fylgja sér sjálf, en að búa til community. Við gerum online community, bæði fyrir kalla og konur og konurhlutinn fór bara á flug. Ég kom með 140 online viðskiptavini eftir 90 daga. Á einhverjum 5 árum, vel yfir 3000 viðskiptavinir, hátt í 700 á hápunktinum, bara virkir. Og svo byrjaði ég til að koma að spurningar. Ég byrjaði fyrir 6 árum síðan að aðstoða aðra þjálfara að gera þetta. Ég var bara búinn að ná það góðum árangri, bæði sem þjálfari og svo með þann online business. Í mörg ár, ég var búinn að vera með þann online business í 5 eða 6 ár þegar ég byrjaði að aðstoða aðra þjálfara og þá búinn að vera þjálfari í 12-13 ár. Og þá fóru bara þjálfari að leita til mín, bara að biðja mig aðstoða sig að gera eitthvað svipað. Og þá fóru á stað með mastermind program fyrir þjálfara. Svo hefur þetta bara undið upp á sig og nú er ég farin að gera þetta á svona fleiri vígstöðum en fyrir bara þjálfara. Já, ég mitt kom til þín fyrir 5 árum kannski fyrst. Ég held að það var bara í miðju COVID eða eitthvað. Og þetta var svolítið ströggl, sko. Og ég mitt, það var ekkert eitthvað það langt síðan að ég var hættur að drekka og eitthvað svona og var bara svona svolítið að finna mig. Og
og þá var mitt svona, þú veist, mér langar sem þetta hjálpöllum, skilju, að ég myndi finna stráka í svipaða aðstöðu ég, þú veist, eitthvað sem er kannski nýhættur að drekka eða er að reyna það eitthvað svona og reyna að mynda svona samfélag þar, skilju. En vandamáli það bara átti engin pening, skilju, á þessum stað. Og þegar maður svona velur sér markhóp líka eða móta sér eitthvað sérstöðu, þá hafa allir heyrt tala að finna sitt niche eða sinn, þú veist, markhóp eða móta sína sérstöðu. Og það alltaf að horfa það á svona skala, þú veist, er þetta konur eða kallar, er þetta 18 til 25 ára eða er þetta, þú veist, 45 til 60 ára. Við erum alltaf að horfa á þetta á þessum skala. Við þurfum líka að horfa á þetta á þessum skala. Hvar er markhópurinn, á hvaða leveli er markhópurinn, á hvar er hann staddur í sinni vegferð. Eins og gaurarnir sem ætla að hjálpa fyrst. Þeir eru í sinni vegferð í lífinu, þá eru þeir kannski staddir svolítið neðarlega bara og eru ekki aðstöðu til þess að vera borgunumenn fyrir þjálfun. Þannig að þú ert kannski að finna þér markhóp sem er ofar á þeim skala. Og hvað og hjálpa þjálfurum, og hvað svona fyrir auðvitað þjálfara, hverjir svona hjálparum mest? Ég hjálpa ennþá mest þjálfurum og það er bara í víðtækum skilningi, hvort sem það eru þú veist, þjálfarar í fitness, bara einkaþjálfarar og fjarþjálfarar eða markþjálfarar, bara þjálfarar og ráðgjafar. En svo hef ég verið að færa þetta aðeins meira í bara fólk í eigin rekstri og þá aðalega í service-based business. En hvernig sér þú fyrir þér svona næstu 5 til 10 árum svona þjálfara bransinn vera út að koma með AI? AI mun gera bara bransan betri. Bara gervigreind gerir bransan mikið betri og mun útrýma lélegum þjálfurum. Af því að gervigreindin kemur í staðinn fyrir þjálfarana sem eru bara að veita upplýsingar. Og þjálfun snýst mikið meira heldur en að rétta bara einhverjum upplýsingar á blaði. Gervigreindin getur séð það. Betur en allir þjálfarar. En gervigreindin getur ekki komið með þetta human element. Fólk kaupir ekki þjálfun, það kaupir sér þjálfara. Þannig að gervigreindin getur ekki komið í staðinn fyrir þjálfara sem hefur eitthvað aðdráttarafl í sínum karakter, í sínum skoðunum, í því sem hann stendur fyrir, í sínum boðskap. Og ertu með eitthvað plön til að stækka Alpha Gym brandið meira? Já, formatið sem Alpha Gym er í núna. Eins og ég sagði, Alpha Gym er fyrst og síðast coaching brand. Ég hef ekki plön að opna fleiri svona gym. Þetta er bara ákveðið hub. Ég væri annarkvort til að halda þessu öll undir, þú veist, í þessu eina hub eða jafnvel að búið til fleiri úr þessu gymmi, búið til fleiri litlar stöðar og fleiri stöðum sem eru þá private og svona personal. Það er bara gott að við endum alltaf að spjalla á því og tökum smá assault bike. Hljóma vel. Jæja. Fjarþjálfun eða einkaþjálfun? Fjarþjálfun. Hvað heimskulegast þú hefur keypt? Bíl. Hefur grætt 10 milljónir í einu mánuði með að selja prógram online? Já. Fer Alpha Gym einhvern tímann í Reykjavík? Gæti verið. Uppáhaldsæfing? Æsbjörnkról. Ef þú getur borðað eina máltíð sem eftir hvað máltíð var það? Pasta. Leiktu þetta úr spilinu Blæti? Þetta er að sniffa kók. Ef þú getur spólað 15 ára aftur í tímann, hvað ráð myndirðu gefa þér? Ráð myndi ég gefa mér. Fókusa bara á það sem þú ert góður í, annars endar í vesinni. Ef þú hefur aldrei orðið þjálfari, hvað heldur það verið? Restiteknir. Hvað er maxi í back, dead og squat? Bekkur 140, dead 200, beygju 220. Það er komið, takk hérlega. Herru Einar, bara takk hérlega. Takk fyrir að koma. Fyrir að koma eða koma. Ég kom til þín. Já. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma. En þú fer ekki tómhentur hér út, en þú fer brúsa og sölta steininn fyrir Radiant. Geggjað. Þú fær djúpur svefn fyrir yngling, þetta er geggjað. Snilt. Það er allir að elska þetta. Og þetta rótaði ekki, en þú hvílist ótrúlega vel. Síðan fyrir sokka frá Workless Gymwear. Snilt.
og síðan fyrir hérna Blæti spilið hérna og þú og frúin getur leikið ykkur með þetta um jólin. Hljómar vel. Herru, þetta var hreinn böði. Takk fyrir okkur.